Sértu velkomin heim, að vestan sitt gegnum víst. Sértu velkomin heim, yfir hafið og heim, og Hornbjarg úr djúpinu rís, og Hornbjarg úr djúpinu rís. Já, komið þá blessuð og sæl og velkomin til guðsþjónustu hér í Lindakirkju á þessum fallega sumardegi og það sjómannadagurinn og þess vegna sungu þau fyrir okkur þennan fallega sjómannavals. Við Íslendingar eigum sjómönnunum mikið að þakka en kristin trú tengist líka mjög mikið sjónum og svo margan hátt. Jesús kallaði lærisveinana sem flesti voru sjómenn og sagði þeim að nú ættu þeir að fara menn veiða. Og fyrsta tákn kristinnar kirkju fiskur. Það var ekki krossinn, hann kom síðar sem svona stóra táknið og af hverju var það fiskur? Því að gríska orðið yfir fisk ichthys, og s í gríska stafrófinu og það skammstöfun, þessi 5 stafir fyrir Jesú, Kristos, Theos, Ios, Soter. Og hvað þýðir það? Það þýðir Jesús Kristur, Guðs sonur, frelsari. Og fyrstu kristnu, þeir voru ofsóttir og vildu ekki láta það fréttastir væru kristnir og þá komuðu sér upp svona leynimáli og það að gera fisk sem voru bara tveir svona bogar sem að mætast. Og ef að þú varst farin að gruna þegar þú hittir einhvern ókunnan að þessi gæti verið kristinn, þá áttu þeir það til að menn voru spjalla að skrifa svona, að gera svona með löpp tánum, svona hálfan boga og ef að hinn var kristinn, þá þekkti hann þetta og svaraði og gerði á móti og teiknaði fisk og þá vissu þeir á þess að segja neitt, við erum bæði kristinn. Þannig að það ýmislegt, en við Íslendingar líka skiljum okkur sjálfur það ekki svolítið mikið út frá sjónum. Ég til dæmis hef aldrei verið til sjós nema bara í Akraborginni og Herjólfi en ég skil samt alls konar sem sagt sjóin eins og að það stundur sagt að það séu fleiri fiskar í sjónum til að hugga einhverja eða það sagt að nú gefi á bátinn eða einhver þurfa að sigla sinn sjó eða komi babb í bátinn og svona getur maður lengi talið. Við skiljum þetta öll saman hvort við höfum verið á sjó eða ekki. En við munum heyra texta sem tengjast sjónum aðeins í dag en við skulum hefja þessa stund af því að signa okkur og segja í nafni Guðs föður, sonar og heilags anda. Amen. Drottinn, ég komin í þitt heilaga hús til að lofa þig og ákalla og til að heyra hvað þú, Guð, faðir skapari minn, þú drottinn Jesús frelsari minn, þú heilagi andi huggari minn, vilt við mig tala í þínu orði. Drottinn, heyr þú lofgjör mína á bæn og opna þú með þínum heilaga anda hjarta mitt fyrir sakir Jesú Krists að ég fyrir þitt orð iðrist synda minna, trúi á Jesú í lífi og dauða og taki framförum í kristilegu hugarfari og líferni. Bæn heyr það, ó Guð, fyrir Jesú Krist. Amen. Hús að hitta föður minn og skapara.
Fallega sungi hjá Andreu Bóel og Katrínu Valdísi og þetta akkurat þess vegna sem við erum mætt hér í kirkju til þess að heyra Guðs orð og eiga samfélag við hann. Og það var svo fallegu texti sem að ég satt hérna frammi fyrir kvöld og þá var einn að segja mér að hún þætti svo gott að lesa Guðs orð og það væri svo mikill ró og styrkur í því og svo sagði hann mér þennan sálm sem hann kunni utan bókar og mér langar að lesa hann fyrir ykkur, af því að þannig virkar Guðs orð, það getur gefið okkur styrk og hann svona. Sá situr í skjóli hins hæsta og dvelst í skugga hins almáttuga, segir við Drottinn, hæli mitt og háborg, Guð minn ég trúi á. Hann frelsar þig úr snöru fuglarans, frá drepsótt eyðingarinnar. Hann skýlir þér með fjöðrum sínum, undir vængjum hans mátt þú hælis leita. Trúfesti hans skjöldur og vígi. Eigi þarft þú að óttast ógnir næturinnar eða örina sem flýgur daga, drepsóttina sem læðist í dimmunni eða sýkina sem geisar hádegið. Þitt hæli Drottinn, þú hefur gert hinn hæsta að athvarfi þínu. Engin ógæfa hendir þig, engin plága nálgast tjald þitt, því að þín vegna býður hún út englum sínum til þess að gæta þín á öllum vegum sínum. Þeir munu bera þig á höndum sér svo að þú steytir ekki fót þinn við steini. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Og þá bið ég ykkur sem auðvelt með að rísa og sætum við heyrum heilagt Guðspjall sem skrifað stendur hjá Guðspjallamanninu Mattheusi. Og það fjallar sjóinn. Nú fór Jesús í bátinn og lærisveinar hans fylgdu honum. Þá gerði svo mikið veður á vatninu að bylgjurnar gengu yfir bátinn, en Jesús svaf. Þeir fara til, vekja hann og segja, Drottinn, bjargað okkur, við förumst. Hann sagði við þá, hví þið hræddir, þið trúlitlir. Síðan reis hann upp, hastaði á vindinn og vatnið og var stillilogn. Menn undruðust og sögðu, hvílíkur maður þetta? Jafnvel vindar og vatn hlýða honum. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall og sæl erum við ef við heyrum Guðs orð og varðveitum það. Og þá játum við okkar heilugu trú. Ég trúi á Guð, föður almáttugan, skapara himins og jarðar. Ég trúi á Jesú Krist, hans einkason, Drottinn vorn, sem getinn af heilögum anda, fæddur af Maríu mey, píndur á dögum Pontíusar Pílatusar, krossfestur, dáinn og grafinn. Steig niður til heljar, reis á þriðja degi aftur upp frá dauðum, steig upp til himna, situr við hægri hönd Guðs föður almáttugs og mun þaðan koma að dæma lifendur og dauða. Ég trúi á heilagan anda, heilaga almenna kirkju, samfélag heilagra, fyrirgefningu syndanna, upprisu mannsins og eilíft líf. Amen. Næsta lag nú ekki valið fyrir eintóma tilviljun, heldur þetta uppáhaldslagið hans Guðna. Og þetta lag eftir KK og hefur aldrei komið út á diski og ef að kalla pulsulagi, er það ekki rétt sem Guðni? Jó. Þetta ekki sjómannlag, þetta pulsulag. Það alveg rétt, hann nefnilega samdi lag sem heitir Kærleikur og tími og SS vildi fá hann til að kaupa lagið og hann sagði, nei, ég ekki að fara að selja þetta eitthvað, þetta öðruvísi lag, en ég skal búa þetta nýtt lag fyrir ykkur. Það kom hvergi út? Nei, en svo endaði það í sálmabókinni, þannig að þetta bæði auglýsing fyrir pulsur og sálmur. SS. En það líka með smá trega að við flytjum þetta hér að þetta uppáhaldslag hans Guðna, því að eins og flest ykkar viti kannski, þá hann að yfirgefa okkur. Hann að flytja til Danmörku núna og það ekkert leyndarmál lengur, en hann verður með okkur aftur í lok júní, þannig að við ætlum að fá að syngja þetta fyrir núna, svo verður ekki of sár í lok júní, þannig að við syngjum eitt af hans uppáhaldslögum núna. Já. Þið með syngja með, þetta ekkert við erum bara að syngja þetta saman. Drottinn minn ég bið kærleika og
Ég voni hugsi samt eitthvað annað en bara pulsur. En við erum komin í aðeins annan takt alltaf þegar að sumarið kemur, júní, júlí og ágúst, að þá erum við með aðeins styttri messur, við erum með færri ritningalestra og sleppum miskunnarbæninni og erum ekki með kaffi á eftir, þetta er bara svona aðeins styttri stundir en enga síður mjög dýrmætar. Og í dag fáum við að tækifæri til að hugsa það sem að Jesús segir við lærisveinana í þessu stutta guðspjalli. Og þetta er saga sem við þekkjum flest. Og maður á svo auðvelt með að samsama sig við lærisveinana að þeir voru mjög hræddir. Og ekki þetta ástæðulausu. Þeir voru ekki bara að búa sér til einhverja svona ástæður til að hafa kvíða eða ofhugsa eitthvað. Það var bara þannig að þeir voru borð í báti og það gerir ofsa veður og Jesús sefur. Og maður hefur mikla samúð með allavega ég, að þeim leið ekki vel þegar þeir hugsuðu bara erum við að fara að farast. Og þeir vekja Jesú og hann kemur með þetta svar, þið trú litlir. Og manni finnst það smá ósanngjarnt bara, akkur er hann að kvarta yfir því að hafi haft of litla trú. Þeir voru bara í raunverulegri hættu. En Jesús stendur svo upp og gerir þetta kraftaverk, stillir storminn og hvað getur þessi saga kennt okkur? Hvað stendur eftir? Það eru ýmsir hlutir að trú, hún hjálpar okkur til að búa til merkingu í erfiðu aðstæðunum. Og stundum hefur maður sagt í sunnudagaskólanum, þeir hefðu kannski bara, ef þeir hefðu haft algjörlega fullkomna trú, bara í staðinn fyrir að hafa ágjör af seglunum og vatninu sem var að koma yfir, bara raða sér allir í hringinn í kringum og hort bara á Jesú, hann er með okkur, við höfum engar áhyggjur af þessu. Hvað erum við að láta allt í kringum okkur hafa áhyggjur? Aðalatriðið er að hann er hérna með okkur og það er dálítið mikil viskasamt í því að muna að þrátt fyrir allt þá er Jesús borð í líf okkar. Þá er Guð með okkur. Af því að við munum öll lenda í vandræðum í lífinu og ef ég myndi gera könnun á alla skrifa niður og miða, getur einhvern tímann sagt mér frá einhverjum tímaskeiði í lífiðinu þegar þú virkilega varst að farast úr áhyggjum. Kannski yfir einhver sem virkilega var erfitt. Kannski varst að missa einhvern nákomnum. Kannski varst að ganga í gegnum skilnað. Kannski varst að missa vinnuna. Kannski var einhver búinn að svíkja þig illa og trúnaðarbrestur hafði orðið. Og í öllum þessum aðstæðum þá er svo auðvelt að fara að ofhugsa og hafa áhyggjur. En svo veit ég líka ef að ég myndi segja ykkur, en hvernig leiði ykkur svo 6 mánuðin seinna eða ári seinna? Að þá horfðu þið allt öðruvísi á þennan áhyggjupakka sem að þið höfðu miklar áhyggjur af og þið geti núna hugsað að þetta var kannski tíminn sem ég þroskaðist einna mest eða það varð ákveðin blessun í þessu því að það opnaðist aðra dyr þegar þessar lokuðust. Það er nefnilega þannig að hlutir hafa tilhneigingu til að fara ágætlega. En trú, hún snýst líka það að muna að þegar eitthvað erfitt gerist, þegar áföllin dynja á og öldurnar, að þá höfum við samt mikilvægt hlutverk. Og að við náum að hvíla í því, þetta er erfitt en ég verð bara að sleppa tökunum og treysta Guði í þessu. Það er einhver lærdómur þarna, það er eitthvað sem mun auðga líf mitt eða annarra þó að ég sé ósátt eða ósáttur við að þetta sé akkurat að fara svona í augnablikinu. Og það er svo auðvelt að fara og horfa bara eftir því sem skiptir ekki máli og ofhugsa hlutina. Áhyggjur þær hafa nefnilega þá tilhneigingu að spila einhverja mynd sem er svo engan veginn svo sem að raun gerist. Við þekkjum þetta flest. Ég held ég hef nokkuð sem sagt að söguna þegar hringdi í mig 1998, þá var ekki komin einn tölvupóstur eða eitthvað en viti, þá kemur alltaf bara mamma segir, skólameistarinn í kvennaskólanum verður að reyna að hringja þig, Guðni. Og ég bara, þú átt að hringja hann og meðan ég bara stimplaði númerið, þá var ég með svona 8 mismunandi hugmyndir af hverju hún gæti verið að hringja mig. Ég hafði ekki skilað einhverju bókasafninu, hún er mjög reiði við því og það var alls konar hlutir
og ég bara, af hverju skólameistarinn hringi mig? Þá vantaði hana jólasvein og hún vildi að ég myndi leika hann. Það var ekki nálægt því sem ég hélt að væri að fara að gerast. En ég var samt alveg viss það, skólastjórinn ekki að hringja á heimili mitt nema ég hafi algjörlega klúðrað einhverju. Og það í rauninni bara það sem að boðskapurinn að við reynum að hugsa þegar við erum í þessum erfiðleikum, það einhver lærdómur hérna, ég ætla að sleppa tökunum og ef ég horfi tilbaka eftir 6 mánuði, þá sé ég að þetta var miklu minna og auðveldara en ég sá. Að við náum að lyfta okkur upp fyrir vandamálin og horfa með trúnni í að Guð hafi plan þar sem að við vitum að réttlæti sigrar og Guð mun síðastur ganga fram á foldu og leysa úr á góðan veg. Trúin snýst það. En næsta lag heitir Þú trúir því. Við skulum heyra það. Já, okkur langaði agalega mikið að syngja þetta lag. Vældum smá í Óskari, hvort við mættum syngja þetta lag. Þetta svona, stendur mér mjög nærri. Ég hlustaði á þennan disk þar sem þetta lag kom fyrst út bara út í hið óendarlega og svo þegar ég fór að vinna löngu seinna með Óskari þá náttúrulega var það hann sem að útsetti öll lögin á þessum diski með sálin og gospel og þannig að það voru kannski mín fyrstu kynni af svona alvöru gospel tónlist held ég bara. Þannig að þetta hefur alltaf staðið svona, mér hefur alltaf þótt ótrúlega vænt þetta lag, þannig að okkur finnst æðislega ótrúlega gaman að fá að syngja þetta hérna fyrir ykkur í dag. Og Stefán Hilmarsson á hana texta sem mjög trúalegur. Þið sjá textana kemur upp, spáðu aðeins í þetta fjallar að finna ástina og finna birtuna á ljósið. Leitað hefur lengi vel, líkt og margur gegnum tíðina, en lítið fundið, þessi áttavillta sál, loks í gegnum hugarríðina. Hún greinir ljósið bjart, þú trúir því að hann sé fyrir þig. Þessi kennd, segja menn og engu öðru lík. Þú hefur höndlað hamingju og gleði hér, núna lifir glóð í brjósti þér. Sú von gulluma, þú trúir því að hann sé fyrir þig. Þú gleymir öllu því sem áður brást og orðið þetta eina sanna ást greypt í þína vitund héðana. Það allt sem þú þarft, þú hefur fundið. Trúir því að hann sé fyrir þig, að nýjan og þú feta muni stig. Þú gleymir öllu því sem áður brást. Þú átt aðeins þetta fjör, það virði þess að verja því sem best þú getur. Dragðu andan það
í takt við glaðan dag. Breitu út faðminn þinn, þú trúir því að hann sé fyrir þig. Að nýjan og þú feta muni stig, þú gleymir öllu því sem áður brást, og orðið eina sanna það er ást. Þú trúir því að hún sé fyrir þig, að nýjan og þú feta muni stig, þú hugsar ekki það sem áður brást, og orðið þetta eina sanna ást er greift í þína vitund héðan af. Það er allt sem þú þarft. 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 Þú hefur fundið nokkuð sem er öfundsvert, nokkuð sem er hvergi alveg eins, en þó svo svipað. Bragðu andan, nú er lag, njóttu vel og eyðu glaðan dag. Þú hefur fundið Já, takk fyrir þetta fallega lag og magnaða texta, en þá er komið að bænastundin hjá okkur og við höfum hana með sama hátt og venjulega, þar að segja að þið getið stæðið hér upp og kveikt á bænarkerti eða skrifa niður eitthvað bænarefni sem að ykkur liggur á hjarta og þið viljið láta bænahópinn okkar biðja fyrir. Svo má líka bara vera með þakkarefni, vera eitthvað sem að maður er þakklátur fyrir. Nú og síðan er líka hægt bara að sitja í sínu sæti og njóta tónlistarinnar eða sálmsinn sem hér verður sungin og hverfur sól í haf og biðja bara úr sínu sæti. Svo förum við öll saman með Faðir vor hér á eftir og þið sem eru að fylgjast með í streymi, þið getið líka sent okkur bænarefni á lindakirkja@lindakirkja.is.
Guð, takk fyrir að fáum að koma hér saman í húsi þínu. Takk fyrir að þú ert hér mitt á meðal með þinn uppörvandi anda og styrk. Hjálpa okkur að þiggja það skjól sem þú gefur. Hjálpa okkur að lyfta andanum upp til þín, áhyggjum okkar. Hjálpa okkur að missa ekki sjónar af því að þú ert mitt á meðal og stillir storminn. Allt sem á okkur hvílir felum við nú þér í hljóðri bæn. Og á þessari stundu viljum við sérstaklega nefna bænarefni sem okkur hefur verið falin. Við biðjum fyrir ungu manni sem glímir við taugahrörnunar sjúkdóm. Við biðjum fyrir fjölskylduföður sem er með krabbamein og þú þekkir áhyggjurnar sem fólkið hans hefur og hann sjálfur. Komdu til hans og fjölskyldunar með þína lækningu og þína von. Jesús, við biðjum fyrir öllum þeim sem hafa áhyggjur af hverjum toga sem það er. Biðjum fyrir þeim sem eru föst í klóm fíknar, þeim sem búa við stríðsástand og ófrið og hörmungar, hungursneið. Biðjum fyrir þeim sem eru í fangelsi. Biðjum fyrir sjómönnunum okkar. Biðjum fyrir þeim sem eru í sorg og söknuði. Láttu þitt ljós lýsa okkur, kæri Jesús, svo við getum lýst fyrir aðra. Svo segjum við bænina sem Jesús kendi: Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, til komi þitt ríki, verði þinn vilji svo jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Ei leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Og þá fer þessari stund hér að ljúka, en mér langaði bara aðeins að það sem Óskar var að koma inn á hérna áðan, þetta er næst síðasta messan mín, því að við ákváðum fjölskyldan, ég í samráði fjölskylduna, að freista gæfunar og sækja stöðu sendiráðsprest í Kaupmannahöfn. Og núna fyrir 2 vikum síðan þá hlotnaðist mér heiðurinn að vera valinn. Þannig að við erum að fara núna í ágúst og flytjast til að vera að þjónusta íslenska söfnun í Kaupmannahöfn, og þetta er 4. stærsta svæði þar sem Íslendingar búa, Danmörk, eða vissu það ekki, sko. Það er að segja, það er næstum 13.000 sem að búa í Danmörku, Íslendingar. Og það verður spennandi og skemmtilegt, og bara eina ástafanum er svo að ég fór til Svíþjóðar og ákvað að verða prestur þar. Þá fékk ég að búa á heimili Jóns Dalbú Róbertssonar sem er giftur frænku minni, og þá ákvað ég að verða prestur. En ég hef aldrei lært jafn mikið eins og þá, af því að þegar maður hefur tækifæri að fara erlendis, þá opnast svona nýr heimur fyrir manni. Og ég til dæmis get sagt ykkur að ég hef alltaf vel átt svona frekar auðvelt með að tala og tala mikið og látið mikið færið mig fara. En þarna fyrstu önnina mína, eða fyrri önnina í Svíþjóð, þá fekk ég svo mikið innsæi inn í það hvernig er að vera mállaus eða kunna illa tjá sig. Og mér þykir svo vænt það að hafa fengið tækifæri til að þurfa að byrja alveg frá byrjun og ná sambandi líka við þau sem kannski stundum er á jaðrinum, ekki alltaf verið í miðjunni. Og það er líka tækifæri sem okkur langar að gefa yngstu dóttur okkar, þannig að við erum að fara 3 út í haust. En þetta var nú bara því þú nefndir þetta á hana, að ég finnst að það erfiðasta við þessu ákvörðun var að þurfa að yfirgefa þetta starf sem ég hef elskað hér í 18 ár. En við ætlum að þiggja Drottins blessun og ég bið ykkur að rísa úr sætum og meðtaka hana. Drottin blessi þig og varðveiti þig. Drottin láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur.
Drottinn upplifti sínu augliti yfir þig og gefi þér sinn frið í Jesú nafni. Amen. Og það svona skemmtilegt lokalag. Það ekki alveg sálmur, en það bara svo gaman að syngja þetta saman. Þetta eftir Valgeir Guðjónsson. Og ég ætla bara að benda á það að hér verða messur í allt sumar, nema helgina sem að Verslunarmannahelgin lendir á og 2 sunnudagar sitt hvoru megin við Verslunarmannahelgina. Næstu viku þá verði ég með 4 stúlkur hér á sviðinu ásamt mér og við verðum með hörpuleikara og básúnuleikara og það verður bara mikið fjör og ekki fjör en það verður notaleg stund og einnig næsta 21. 28. er það ekki þín síðasta. Þá hvet ég okkur öll að mæta með vasaklúta og við grátum okkur í svefn. Ég reyndar hér þegar gert það nokkur sinnum en ég veit ekki maður í mannstað en þín verður sárt saknað. En sem sagt alla sunnudaga verða messur hér og endilega látið fólk vita, komið þið hérna, þið getið að þetta er svo stutt, þá náðið ís með þess að ísbúðinni hérna, Vesturbæjar ís á leiðinni heim. Við ætlum að enda með Víkivaka hans Valgeirs Guðjónssonar. Förum í friði og þjónum Drottni með gleði. Já, gerum það.